Það er komið til Póllands, leikur á móti Úkraínu framöndan, bara hvernig leggst þetta verkefni niður? Bara mjög vel. Mér fannst við bara góðar á móti þeim síðast, þannig að ég býst ekki neinu öðru heldur en að við sýnum alveg leik hérna út í Póllandi og við viljum náttúrulega þessi 3 stig, þannig að við ætlum bara að gera okkur allra besta að ná þessi 3 stig hér. Fyrirleikurinn á móti Úkraínu, náttúrulega tókum 1-0 sigur þar, getum við bara svona tekið margt út úr þeim leik? Já, sjálfsögðu, við getum náttúrulega alltaf tekið margt út úr öllum leikjum sem við spilum í þessum riðli, en ég held bara, já, eins og ég segi, við þurfum þessi 3 stig og við viljum þau, þannig að við ætlum bara að sýna það á föstudaginn. Það er mikið undir í þessum leik, bæði lið þurfa svona sárlega á stigunum að halda, þetta geti bara orðið alvöru leikur. Já, þær eru náttúrulega að byrja sér í lífi sínu og við líka myndi ég segja, þannig að þetta verður alveg hörku leikur. Svona, telurðu fyrirfram að við séum kannski betri en þær? Já, ef ég var alveg hreinskilinn, þá finnst mér það og já, ég bara vona að við sýnum það hérna á föstudaginn og það kemur bara í ljós. Hvernig er bara svona stemningin í hópnum fyrir leikinn? Stemmingin er alltaf góð, myndi ég segja. Já, bara alltaf góð og við erum peppar fyrir leiknum, þannig að... Það eru skemmtilegt kvöld hjá okkur í kvöld? Herru, já, það er nýlega vígslur, það er bara eins og gengur að gerist. Ertu fegin að þurfa að sleppa við þetta? Maður er náttúrulega löngu búinn að þessu, en hérna, þetta er alltaf gaman og það verður gaman að sjá hvað fólk gefur mig í kvöld. Það er ekki bara skemmtilegt að einmitt bara vera í áhorfendasætinu og fá að njóta? Jú, síminn verður uppi, þetta verður tekið upp, þannig að þetta verður bara gaman. Þetta verður gaman, en bara svona þessi dagarinn í Póllandi og þessi æfingar bara búin að vera góðar? Já, mjög. Veðrið er náttúrulega búið að vera frábært, bara sól og blíða og heitt, þannig líður okkur best held ég, þannig að æfingarnar bara mjög góðar, öllum fínn og bara venjulegar æfingar eins og alltaf. Þið eru komið með nýjan markvörðarþjálfara og svona tiltölulega nýjan, Amir búinn að vera í nokkrum verkefnum núna, hvernig bara líst ykkur á hann? Herru, bara mjög vel, virkilega skemmtilegur karakter og bara alltaf gaman á æfingum og já, bara skemmtilegt. Er hann að koma með eitthvað svona öðruvísi nálgun en Óli Péturs? Markmannsþjálfarinn er bara markmannsþjálfarinn, ekki það. Ég get ekki sagt kannski eitthvað öðruvísi nálgun þannig séð, en bara virkilega skemmtilegar æfingar og bara gaman að vera á æfingum. Þeir eru öðruvísi karakterar? Já, er ekki allir spes á sína átt, en hérna, alveg öðruvísi karakterar, jú, vissilega, en hérna, eins og ég segi, markmannsþjálfarinn bara markmannsþjálfarinn. Förum þið við til Ítalíu, þú að yfirgefa Inter? Já, ég er að yfirgefa Inter. Ég er náttúrulega samningsbundinn bara í Rangers, þannig að ég var bara á láni. Já. Hvernig bara svona var tíminn á Ítalíu? Herru, hann var geggjaður. Leið mjög hratt, en ég nýtti hann vel, þannig að ég er bara mjög ánægð með þessa mánuði sem ég fekk út á Ítalíu. Ég var að tala við Karolínu í gær, hún var mjög sorgmætt að missa svona nánast herbergisfélaga sín. Já, við byggum náttúrulega sömu hæð, svona 10 skref á milli okkar, en hérna, jú, auðvitað það er leiðilegt, en svona er fótboltinn og það er alltaf eitthvað mix í þessu, þannig að... Hefurðu viljað bara vera áfram? Já, ég hefði alveg viljað, en hérna, eins og ég segi, svona er fótboltinn og margt sem Inter sem félag sem þarf að taka ákvarðanir sín megin, þannig að stundum er þetta bara svona. Gaman að fá að vera með Karolínu og Sessu bæði í landslið og félagslið? Já, það er virkilega gaman. Það er ekki sjálfgefið að vera með vinkonum sínum í félagslið líka, þannig að þetta var virkilega skemmtilegt. Er eitthvað svona að vita hvað tekur við næst? Nei, eins og ég segi, ég er bara samningsbundinn Rangers, þannig að þangað til að annað kemur í ljós, þá er ég bara leikmaður Rangers. Eitthvað sens að koma bara heim með? Nei, ég held ekki. ekki strax allavega, en hérna, já, nei. Leikarnir ekkert að leggja í þér? Nei, reyndar ekki, en Herdís er góð markmaður og þær eru að standa sig mjög vel, þannig að þetta sé ekkert eitthvað vöndum, sko. Hvernig bara finnst þér einmitt að Herdís alltaf að koma upp í Blikunum, þekkir hana örugglega vel, að hún sé að fá tækifæri og láta ljósið skína? Bara ótrúlega stolt af henni og gaman að sjá hana vaxa og hún er búin að bæta sér helling og það sést og þær eru búin að vera bara mjög sterkar hérna í byrjun tímabils, þannig að ég er bara spennt að sjá hvernig þær klára þetta mót, sko. Blikan er búin að byrja þetta vel, bara nánast eins og alltaf þessi síðust ár? Já, það er náttúrulega bara mindsetið og fyrir Blikana, en hérna, en auðvitað er náttúrulega að þú fær nýjan þjálfara og svona, þú veist, það er alltaf eitthvað svona, alltaf einhverjar hreyfingar á hverju ári hjá Blikum sem er náttúrulega bara þekkt, en mér finnst það bara búin að standa sig mjög vel og með okkar mistu marga leikmenn, þá eru það samt bara leikmenn búin að stíga upp sem þurftu að stíga upp. Það var gaman að sjá þessar ungu, fesku stelpur vera með svona stórt hlutverk í Bliks. Einn er að stendur hérna fyrir aftan okkur Ása, hvernig er að fá hana inn í hópinn? Það er geðveikt. Hún er búin að standa sig ógeðslega vel á æfingum og er ógeðslega stolt af henni að
vera komin alla leið hingað og eins og ég segi, þetta náttúrulega draumurinn hennar og bara já, virkilega stolt af henni. Hún er líka búin að standa sig ekkert eðlilega vel í bestu deildinni, þannig að mér finnst hún bara í þetta fyllilega skilið að sýna sig og sanna sig hér líka. Sá maður þetta ekki gerast alveg fyrir eitthvað snemma með hana? Jú, hún er alltaf verið ógeðslega góður leikmaður og einmitt að vera búin að sjá hana spila með henni í mörg ár og sjá hana vaxa og þroskast bara geggjað og já, mér finnst hún bara geggjaður leikmaður. Hvað er bara svona, eftir þetta landsliðsverkefni, hvað tekur bara við hjá þér? Þetta var í sumarfrí og skoða málin bara? Já, langþrátt sumarfrí, svona fyrsta skipti sem maður fer í alvöru sumarfrí. Þannig já, bara njóta og vera hans í frí og gleyma fótboltanum kannski í smástund. Það er bara sem gerist eftir þetta verkefni held ég sko. Og svo gerist eitthvað skemmtilegt? Vonandi gerist eitthvað skemmtilegt eftir júní. Takk fyrir að þetta gangið vel. Takk.